Þú ert að hlusta á Biblíuna, heilaga ritningu, í lestri Arnars Jónssonar, Álfrúnar Helgu Örnólfsdóttur, Eggert Skoper, Guðjóns Davíðs Karlssonar, Kristjáns Franklíns Magnús, Ragnheiðar Steindórsdóttur, Steinunnar Jóhannesdóttur og Þóru Karítasar Árnadóttur. Biblíuþýðingin sem lesin kom fyrst út á prenti árið 2007. Fyrsta Mósebók, sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vatnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni, og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og þurrlendið komi í ljós, og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði, og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með fræi, og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár, og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu, og það varð svo. Guð gerði 2 stóru ljós. Sample complete. Ready to continue?